og þá er komið síðast að lega dagskrá skýrsla bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla hér að fara yfir helstu verkefni síðustu vikna og svo voru náttúrulega auðvitað fjölmörg verkefni meðan, eða sem sagt að því að við erum nú að koma saman í fyrsta skipti eftir sumarleyfi, þá kannski er ég nú ekki að taka allt sumarið, heldur bara svona rétt síðustu vikur. Það eru auðvitað fyrst og fremst gerð fjárhagsáætlunar sem hefur verið í aðalhlutverki upp á síðkastið, enda eitt umfangsmesta og flóknasta verkefni hvers sveitarfélags og ár hvert. Þessari vinnu fylgja samtöl bæði við bæjarfulltrúa og æðstu stjórnendur sveitarfélagsins og það er nú sem fyrr mín reynsla að fólk sé tilbúið til þess að ganga í takt til þess að ná settum markmiðum. Sumar breytingar og áskoranir fá við ráðið en svo er ýmislegt í efnahagslega umhverfinu sem erfiðar að eiga við, svo sem verðbólgan. Það er alltaf okkar hlutverk að finna bestu lausnirnar við þessum áskorunum og fara vel með þá fjármuni sem úr er að spila og okkur er treyst fyrir. Það var mjög gleðilegt þegar fjölskylduheimilið Sólberg í Kotorgerði var formlega opnað miðjan síðasta mánuð. Þessi þjónusta sem mennta- og barnamálaráðuneytið og Akureyrarbær fjármagna í sameiningu skiptir svo miklu máli sem inngrip til skamms tíma þegar önnur úrræði duga ekki til. Það hefur verið virt samtal í gangi síðustu vikunar við heilbrigðisráðuneytið, framkvæmdasýsluna, HSN og SAK, varðandi staðsetningu á nýrri heilsugæslu og þar með staðsetningu á stoð- og stuðningsþjónustu Akureyrarbæjar en eins og fram hefur komið er ætlunin að hún verði í sama húsnæði og heilsugæslan og heimahjúkrun HSN. Nokkrir samningar hafa verið undirritaðir síðustu vikunar, samningur við IBA, samningur framkvæmd við Þórssvæðið og samningur uppbyggingu leikskóla fyrir 156 börn sem mun rísa í Hagahverfinu. Vinnuhópur lífsgæðagerna hittist í lok síðasta mánaðar og við munum hittast á síðasta fundinum í byrjun næsta mánaðar og þar sem við munum fara yfir endanlega tillögur sem lagðar verða í framhaldinu fram í bæjarráði og við get sagt ykkur það að greinargerðin okkar er nú bara í yfirlestri og svona fínpúsningu hjá okkur. Nú það hefur verið fjölmörg afmæli hjá, sérstaklega hjá skólastofnunum hér í bæ og það var ánægilegt að fá að ávarpa gesti á 40 ára afmæli Verkmenntaskólans á Akureyri sem er nú ein af okkar skrautfjöðurum í menntastofnunum hér í bæ. Og einnig að setja Akureyrarvöku og afmælishátíð Akureyrarbæjar. Nú síðuskóli hélt upp á 40 afmælið sitt sömuleiðis og bauð til skemmtilegrar og glæsilegrar afmælisveislu og það var svo skemmtilegt að sjá hvað bæði foreldrar og fyrrum starfsmenn og fyrrum nemendur síðuskóla mættu vel til afmælisveislunar. Og svo voru Trolluborgir 20 og þetta var nú eiginlega allt á sama degi. Það er allavega 2 afmæli. Nú, Guðrún Sigurðardóttir fyrrum sviðsstjóri velferðarsviðs sem starfaði í 40 ár hjá Akureyrarbæ við góðan orðstír, lauk störfum nú í sumar. Og ég vil nota tækifærið og þakka Guðrúnu kærlega fyrir afar farsæl störf og sérstaklega gott samstarf. Það hefur verið það var bara mikil forréttindi að fá að starfa með svona reynslubolta eins og Guðrúnu í velferðarmálum og ég held að á engan sé hallað þegar sagt er að hún hefur verið sú sem hefur borið höfuð og herðar yfir marga í velferðarmálum í landinu en það hefur verið horft til Akureyrarbæjar sem fyrirmyndar þegar kemur að þjónustu í velferðarmálum hér í landi. Nú húsnæðismál ýmissa félagssamtaka hafa einnig verið til umræðu síðustu vikunar. Við átti síðast í vikunni fund með AA-samtökunum og við ætlum að gera í sameiningu aðra tilraun til þess að auglýsa eftir hentugu húsnæði fyrir þeirra starfsemi og ennfremur leitar kvennaathvarfið eftir hentugu húsnæði fyrir sína starfsemi
og því miður þá nú staðan þannig að við eigum ekki laust húsnæði sem hentar þeirra starfsemi og bara almennt hentugt íbúðarhúsnæði sem við getum lánað Kvennaathvarfinu fyrir sína starfsemi. En ég vil nota tækifærið og hvetja húseigendur til þess að kanna hvort að ef þeir eiga húsnæði og kanna hvort að það sé eitthvað sem henti undir aðra hvora starfsemina. En þess að þetta gríðarlega mikilvægt að hafa bæði Kvennaathvarfið og húsnæði fyrir AA-samtökin hérna í bænum og við viljum alls ekki að Kvennaathvarfið hætti hér starfsemi. Þannig að ég held að við ættum bara öll að leggjast á áranar að reyna aðstoða þau við að finna hentugt húsnæði fyrir starfsemina. Nú verkefni göngum í skólan hófst í byrjun mánaðar og hóf ég það ásamt lögreglustjóra og vöskum nemendum í Brekkuskóla hérna í síðustu viku. Og í síðustu viku fór fram fundur sem leiðis í Brekkuskóla á vegum SSNE sem var hluti af vinnunni við gerð nýrra sóknaráætlunar og tókst þessi fundur ljómandi vel og vel sóttur. Nú ég ætla að enda á að nefna fund sem ég boðaði til í síðustu viku með lögreglustjóra, skólameisturum framhaldsskólann á Akureyri, sviðsstjórum fræðslu- og lýðheilsusviðs og velferðarsviðs og starfsfólki úr barnavernd, félagsþjónustu og forvarna frístundamálum og snerist umræðuefnið að sjálfsögðu forvarnamál í víðum skilningi og var ástæða fundarins þau hörmulegu ofbeldismál sem hafa riðið yfir samfélagið okkar á síðustu mánuð. Og það alveg ljóst eins og kom fram í umræðinu hérna áðan og ég vil þakka kærlega fyrir þá góðu umræðu að við þurfum að staldra við sem samfélag og spyrja okkur sjálf hvað við getum gert til þess að taka höndum saman og gera samfélagið okkar betra. Barnaverndarmálum hefur fjölgað umtalsvert hér í umdæminu á síðustu árum og vil ég benda á skýrslu velferðarsviðs þar sem þessar upplýsingar liggja fyrir. En ég vil einnig nefna að barnavernd og lögregla og barnavernd hér á Akureyri sinnir meira og minna öllu Norðurlandi eystra og sér barnaverndarmál fyrir vel flest sveitarfélög hér á þessu svæði. Og lögregla starfa saman sem einn maður. Það eru mánaðarlegi fundir þeirra á milli og þeir eru formfestir og hafa verið skipulagðir og þeir funda sérstaklega þegar mál koma upp. Og báðir aðilar, og það hefur komið fram í máli beggja aðila að þeir eru mjög þakkláttir fyrir þetta samstarf og telja það mikilvægt og hafi skilað árangri. En mig langar líka að segja það að við eigum líka, að það líka fullt af ungmennum sem eru á góðum stað í lífinu og við megum ekki gleyma þeim heldur en þeim sem hefur fjölgað hratt sem líður illa og það eitthvað sem við sem samfélag og sem foreldrar, frændsystkini og vinir þurfum að aðstoða og styðja við. Og við verðum að skoða hvaða leiðir við getum farið til þess að vinda ofan í þessari stöðu með því að taka höndum saman. En mér langar að láta þetta vera bara lokaorðið. Takk. Bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 20. og 27. júní, 4., 11., 17., 25. og 31. júlí, 8., 15., 22. og 29. ágúst og 7. og 13. september. Bæjarráð 20. og 27. júní, 11. júlí og 8., 15., 22. og 29. ágúst, 5. og 12. september. Fræðslu- og lýðheilsuráð 24. júní, 12. og 27. ágúst. Skipulagsráð 27. júní, 10. júlí, 14. og 28. ágúst og 11. september. Umhverfis- og mannvirkjaráð 18. júní, 2. júlí, 13. og 27. ágúst og 3. september. Velferðaráð 27. júní, 28. ágúst og 11. september. Þessa fundagerði má alla nálgast á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið 10 mínútur í 6.